Byrja þessu. Góðan daginn og velkomin í kynningu okkar. Við erum að kynna hérna verkefnið okkar, hlaupadagskrá.is. Ef þið eru að stunda hlaup þá er þetta eini vefurinn sem þið þurfið. Þetta er listi yfir öll hlaup á Íslandi og allt í sambandi við. Og við skoðum það þess. Og við erum með ýmis verkefni í gangi líka. Við erum að fara yfir hlaupatölur, samband milli ára, við erum að hlaupaplaggat og annað gott, en við erum svona aðeins og við erum í að taka upp vídeó 360 Euro Ísland sem við erum með á YouTube líka. Og á hlaupadagskrá Ísland, hlaupadagskrá.is, er að finna heildarlista í staðfest og óstaðfest hlaup á Íslandi. Á síðasta ári voru 146 hlaup á þessu lista og við veitum að það á næsta ári verður bara sami fjöldi. Við veitum að eitt er dett út og það er þarna Jökulsárhlaupið, það er að koma nýtt hlaup í staðinn, þannig að þetta verður þessi fjöldi. Á þessari heimasíðu er sem sagt listi yfir öll hlaupin, hérna er þetta skrá sig hlaupin og þarna verður vídeó af þeim og ýmislegt fleira sem er að koma að inn og auðvelda fólki mjög að skipuleggja hlaupa árið hjá sér. Við erum þegar búin að taka upp svona kringum 50 myndbönd af ýmsum hlaupum, hlaupaleiðum og annað. Og þetta er svona sem sagt bæði þrautahlaup og þetta er líka alls konar hlaupaleiðir bara sem eru ekkert eftir að vera að keppa í og þetta er notað til kynningar innanlands og utanlands eftir þörfum. Þannig að þetta er erlendir hlaupar sem eru að koma þegar geta kynnt sér þetta líka. Þá er svona listan yfir öll hlaupin. Þetta er svona bara svona skínisvarn á þessu og það eru allar upplýsingar á ensku hlaupið, hversu langt, hvort þetta er utanveg eða götuhlaup eða annað, bara á landinu, það er hægt að fá landakort með þessum upplýsingum og svo er hægt hvort þetta hefur ítrefpunta en ekki og svo er hægt að skrá sig í þetta. Hérna neðan eru síðan upplýsingar svona dæmum þessi 360 þetta hlaupavídeó sem eru þannig að þú getur verið að skoða þetta í tölvum og skoða allan hringinn og sé þá hvernig hlaupaleiðin er og hver undirlegið er og umhverfið. Mjög skemmtilegt. Örlítið bara okkur. Stjórnarraðurinn. Og þetta verður bara áhugamenn þetta. Erum bara opinn vefur eða opnir vefir sem allir hafa aðgang að og ekkert kostar ekkert að nota hann og við erum til í alls konar samtal og samstarf þetta og við erum bara áhugamenn sem viljum svo leggja okkar inn í hlaupafélagið. Óskar ætlar núna aðeins að fara yfir svona hlaupatölur, samanburður milli ára og segja okkur frá því. Takk fyrir. Þá ætlum ég aðeins að segja frá fyrstu ársskýrslu hlaupadagskrár. Við sem sagt eins og allir alltaf að spá í, við höfum svo tilfinningu að fjölga, eru rosa mikið af hlaupum til eða er að breytast fókusinn. Þannig að við fórum það núna í haust að safna saman upplýsingum og við erum með þessi tvenns konar tölur. Við erum annars vegar með lista yfir alla viðburði, það sem er opinbert, það sem við skráði á vefinn, allt sem við höfum okkar vef, allar öll úrslit og það allt saman og tölur sem er gefið upp hversu margir voru með niðurstöðu í hlaup. Það tók út 300 þátt og voru þessi viðburði eftir kyni. Og það er fyrri hlutinn. Seinni hlutinn sem er eiginlega ennþá meira áhugaverður, þá fengum við skráningargögn frá stóru fyrirtækjunum eða hlauphöldurunum, Korsa og Netskráning og smávegis í viðbót. Og það er aðeins annars konar gögn, það eru allir sem að skráðu sig í viðburði. Það þýðir, það getur verið fólk sem skráði sig og sótti ekki gögnin, það
getur fólk sem að skráði sig og fór í hlaupið klárað ekki, þannig að tölunar er ekki nákvæmlega eins. Síðan í þeim gögnum eru líka ekki allir viðburðir. Það eru viðburðir sem eru þátttökuviðburðir en ekki keppnir, sem eru hvorki gefið upp, hversu margir tóku þátt eða ekki gefið út á vefinn. Þannig að hvorugt er með 100% coverage á öllum hlaupum og hlaupurum á Íslandi, en ef maður skoðar þetta bæði þá ertu komið með bara mjög góða mynd á hvernig hlaup er á Íslandi núna út frá viðburðunum og út frá skráningu. Það eina sem kannski væri gaman að vita sem ég get ekki svarað er hversu margir hlauparar eru á Íslandi. Því gögnin eru bara með skráningar, það eru ekki persónubundnar, þannig við vitum ekki hversu margir eru fólk með til að skrá sig í 1 viðburð eða 10. Kannski 2-3 að tilfinning, en við vitum ekki nákvæmlega tölunar, þannig hérna erum við alltaf að tala um skráningar. Það sem við vitum 2005 var að það voru 141 hlaupatengdir viðburðir, 41-46, það var svona aðeins á reiki, og hérna erum við að telja heildarviðburð. Til dæmis að Reykjavíkurmaraþon er merkt sem götuhlaup, allur viðburðurinn. Þó það sé bæði götuhlaup og skemmtiskokk, við svona veljum meðaltalið. Og af þessum 141 viðburði þá eru 263 vegalengdir. Af því að það er allt sem er boðið upp á 5, 10, 15 eða hvað sem er. Það sem er sérstaklega áhugavert er að það voru 31 viðburður, nei fyrir ekki, 31 viðburður fyrir ITRA, sem gaf ITRA stig, og voru 21 viðburður sem voru með vottun, en reyndar bara 19 sem var fenguð hérna staðfest. Það voru þarna 2 viðburður sem enduðu ekki með staðfesti. Og hérna séð að dreifinguna, það er nánast jafnt úrval af götuhlaupum og utanlandshlaupum, svo koma viðburðir sem eru bara skemmtiskokk, víðavangshlaup og fleira. Og ef við skoðum aðeins nánar götuhlaupin, þá sjáum við hérna fjöldi vegalengda, það er að segja hvað voru mörg sem voru með þessar vegalengdir. Sjáum alltaf 5 km og 10 eru eðlilega í miklu meirihluta. Og síðan eru furðu margir, það eru 7 viðburðir með hálfmaraþon og 5 með heilt. En það sem kannski áhugavert að horfa á þessu hérna er að annars vegar landfræðilega dreifingin, gula er höfuðborgarsvæðið. Augljóst að götuhlaupin eru mest á höfuðborgarsvæðinu, en það sem líka áhugavert er að horfa á þetta, bláa línan hérna eru götuhlaupin, þau eru mjög jöfn yfir árið. Þau eru rauninni bæði á veturna og sumrin, mismunandi viðburðir, mismunandi tegundir. Þannig að þeir dreifast jafnt yfir árið, eru aðallega á höfuðborgarsvæðinu og í 5 og 10 vestumegin. Já, og ég tók líka saman að frímaturhlaupin eru að covera ca. 74% af öllum þátttakendum, þannig að þau eru vinsælust, en með fyrirvarunum að þá var til merkingin fyrir Reykjavíkurmaraþon frímart sem er alltaf ekki allir þátttakendur út af ýmsum ástæðum. Stysta vegalengdin var 0,8 km sem var mælt og lengsta 106, þannig að það var ekki að telja bakarslaupin. Þau eru ekki inn í þessum tölum. Svo við skoðum utanlandshlaupin, þá eru þetta öðruvísi tölur. Þau eru, eins og segja, nánast jafn mörg og götuhlaupin, en séu að þar liggja þeim mest í 10-25 eða undir 10. Það eru langt fjölmennustu vegalengdirnar og þau eru út um allt land. Þau eru dreifð miklu betur og rauninni fara upp á hálendi líka sem að götuhlaupin eðlilega gera ekki. En þau eru af augljósum ástæðum ekki með sömu dreifingu yfir veturtímann. Þau eru að byrja 1. í apríl og síðustu í september og sjá að eðlilega er langflest í júní og júlí sem að sletti make a sense fyrir utanlandshlaup þegar farðin er góð. En áhugavert að 62% buðu upp á ITRA-punkta, langflest með 0 punkta, 0 stig eða 1, en það er bara auðvitað, það er líka vinsælt að hafa það sem svona ákveðna vottun á hlaupin eins og frí er fyrir götuhlaup. Já, næsta, þetta var bara almennt götuhlaupin, um skráningartölur sem tókum út frá fyrir hlutanum. Já, ég gleymdi að minnast áðan að á öfnum sem hlaupa dagskrá 2025, þar er miklu ítarlegri greining á þessu saman. Ég er svona meira að fara yfir highlightin, en við erum með mun fleiri upplýsingar hlaupin og til dæmis hvaða hlaup voru vinsælust, mest sótt af kynjum og svoleiðis, en hérna er bara að fara yfir svona aðalatriði.
kynjahlutinn er sem á þá við gögnin sem eru skráningatölur. Þá erum við með aðeins öðruvísi gögn að þessi gögn ná yfir, það voru 106 hlaup sem voru mæld með tímatöku og skráð úrslit. Þessar tölur ná yfir 87 af þeim, en ekki þessi 140 sem voru alls konar. Af þeim eru 195 vegalengdir og það sem að mér finnst mjög áhugavert er að það kom fram 45.000 skráningar. Það þýðir sem sagt að þeir að út af við það sem kemur inn í úrslitum er 45.000. Ef við skoðum skráningagögnin þar sem það ekki bara birt heldur líka óbirt erum við að tala 47.000 eða það 48 skráningar. En svo vitum við að það eru hlaup þarna sem er ekki birt í þessum tölum sem eru líka hlauparar að skrá sig í hlaup. Þannig að ég rauninu áætla að það séu eitthvað svona 55.000 skráningar í hlaup á ári á Íslandi. Það sem er sérstaklega áhugavert er að kynjahlutföllin eru rauninu nánast 50-50. 51% karlar, 48% eða 49% konur. En það er eiginlega ekkert að segja að það sé eitthvað misjafnt hlutfall. En ef maður skoðar 18 ára og eldri, það tekur alla yngri út, þá er þetta örlítið á hinn áttina. Það er rauninni fleiri yngri strákar og fleiri eldri konur lítillega. Ennir á vegalengdir. Já, ég kemur að byrja á vegalengdir. Það er alltaf mjög áhugavert. Það kemur á eftir. Hér sjáum við að við fengum tölur líka frá 2023. Við ákváðum að taka frekar eftir COVID. Það er alltaf miklu breytingar. Þannig að þetta er 23, 24 og 25. Og hérna sjáum við bara fjöldi skráninga eftir árum. Hvað það er búin að aukast gríðarlega. Það er búið að aukast, það jókst 30% í fyrra, 25% þar áður, eða 61% frá 23. Og hérna sjáum við tegundirnar. Götuhlaupin eðlilega með langflestar skráningar og það er náttúrulega vegur Reykjavíkur og þannig langþyngst. En það er aukning í öllum tegundum. Það er líka mikil aukning í utanlandshlaupum, mikil aukning í skemmtiskokk eða svona opnum viðburðum. Það sést nú kannski minna en það er aukning í öllum tegundum. Þannig að við erum að tala að 23 skráðu 30.000 manns tæplega, 25 skráðu rúmlega 48.000. Þannig að 20.000 skráningafjölgun á 2 árum sem er ekkert lítið. Og kemur aðeins inn í aftur okkur reiknast að erlendur hlaupendur séu líka dálítið hluti af því. Kynjaskiptingin, eins og sagðan, þá er þetta sirka bát 50-50, en hérna sjáum við einmitt aldursskiptinguna eftir kyni. Það er að segja blátt eru kallar og gult eru konur. Og sjáum við að það er aðeins hliðrun milli aldursbila og við sjáum að kallar eru fleiri í yngstu og elstu aldursflokkunum en konur fleiri í miðbikinu. Það eru sjáum hérna hér er skipting eftir vegalengdir, eins og við spyrjum vegalengdum og kyni. Þá sjáum við að fyrir undir 10 km eru konur í miklu meiri hluta upp í hálfmaraþon en svo taka kallarnir. Það er þessi að konur hlutfallslega fara eru fleiri og fara styttra og kallar lengra. En í rauninni ekkert gríðarlega munur þannig séð. Sem er líka áhugavert að skoða út af þessu er að skoða aldurinn í þessu. Hérna finnst mér eiginlega áhugaverðustu upplýsingarnar í þessu öllu saman. Hérna sjáum við þess að skráning í götuhlaup eftir aldurskeiði frá 23 til 25. Þetta er rauða línan er yngsti hópurinn upp í 35. Gula línan er miðjuhópurinn 36 til 50. Það sem búið að gera síðan 23 að þetta voru cirka bát jafnstór hópur. En yngri hópurinn er að skjótast alveg efst upp í hlutfallslega flestir í þátttöku og þar er mesti vöxturinn í götuhlaupunum. En það sem er áhugavert að sjá síðan í utanlandshlaupunum, sem er þetta aðeins minni hópur, þar er ennþá 30-50 ára stærsti hópurinn, en bilið er að minnka. Þar er langmesti vöxturinn líka í þessum yngri hópum. Við sjáum það er vöxtur í öllum hópum, en hann er hlutfallslega minni hliðið hinn.
hlaup gamans, þetta er náttúrulega ennþá minni. Ég kalla hérna eitthvað sem heitir úthaldshlaup. Það er rauninni bæði bakárslaup eða tímahlaup, hlaupa í 6 tíma eða 12 tíma eða 24 tíma. Þar er ekki mikil breyting milli aldursbila, heldur er bara heilt yfir hægt. Og eðlilega lítið af yngra fólki sem er bara hlaup. Síðasta talan sem ég er með hérna tímanum, ég er eiginlega að tala lítið um það, eru erlendur hlaupararnir. Það er líka mjög áhugavert að skoða á þessu hérna 24-25 ára tímabili er að ef við skoðum bara síðasta ár voru erlendir hlauparar 11% af öllum skráningum en þeir eru búin að fjölga hlutfallslega mjög mikið frá 23 voru eitthvað um 3.000 á árið 23 og eru komin í 6.000 núna. Það sem er áhugavert líka að sjá er að þeim hefur sennilega fjölgað í götuhlaupum svo sem eðlilegt er með fjölgun að stað en þeir voru lítið í utanlandshlaupum fyrir en eru núna að byrja að sækja mjög sterkt á. Þeir eru fyrst og fremst að koma frá Bandaríkjunum, svo frá Bretlandi, svo Þýskaland, Pólland og Kanada ef maður skoða árin síðustu 3 ár. Við sjáum hérna hægra megin þá þetta skiptingin milli þessar 5 stærstu. Til dæmis í fyrra voru mun fleiri, þar fjölgaði lítilega frá Bandaríkjunum en fjölgunin var meira frá Póllandi, Bretlandi og Frakklandi sem er örlítið tvist. Og okkur reiknast til að þetta sé aukningin er mikil, þessi 20.000 manns er mikil aukning en þetta er cirka 15% af þessum 60% sem eru í hérna erlendu hlaupum. Og ég held að við getum alveg öll sagt með hvað við erum að ferðast mikið þá eru erlendu hlauparar líka að ferðast mikið og ég held að þarna muni verða fjölgun og séu líka tæki fyrir hlauphaldara að sækja á. Þannig að ef maður dregur þetta saman þá í mjög stuttu máli þá erum við að sjá og við skoðum líka skýrslur frá bæði sem prósent til dæmis. Þau spurðu í sumar, voru með spurningunum rétt fyrir maraþonið. Það muni kannski merkja rétt því að kom fyrir svona RÚV meir en helmingur Íslands hefur ekki áhuga á hlaupum. Það var greining RÚV á þessu en það sem var áhugavert var að það voru 27% Íslendinga lýstu því þau hefðu áhuga á að fara að hlaupa þó þau væri ekki að hlaupa. Sama segir í það svona áskýrsla sem að bæði Garmin og Strava gefa út. Þau segja það sama og við erum að sjá hérna að ungt fólk er að hreyfa sig meira, hlaupin er að sækja á, það er að aukast gríðarlega allar tegundir af hreyfing, alls konar hreyfing en yngra fólkið er bara virkara bæði heima og á ferðalögum. Þetta er að verða svona fjölbreyttara og fólk er bara að taka þátt í fjölbreyttari viðburðum. Þetta er líka orðið félagslegri skopst. Þetta eru, þú ert að sjá fyrirmyndirnar á samfélagsmiðlum, þú ert að sjá fylgjast með á Strava öðrum hvað er að gera og ekkert alltaf kannski endar í einhverju afrekshugsun, þetta er meira bara sem partur af einhverju sem heilbrigði lífið. Það sem er annað líka bara ef maður horfir á þetta allt saman, það eru með ótrúlega öflugt hlaupasamfélag, ótrúlega mikla fjölbreytni af hlaupum og þá erum heppin með alla þessar viðburðahaldara sem eru að stórum parti að gefa vinnunum sína eða eru jafn brennandi hittir við Tommi fyrir því að gera bara hlaupasamfélagið betra. Við erum að stefna á að halda áfram þessi tölfræði, við erum með alls konar spurningar, við heyrum það til dæmis að það sé ekki sami vöxtur með hjólreiða fólks, það sé að dálítið staðið að minnka. Maður velti fyrir sér, er þetta tilfærsla eða eitthvað annað? Við hefum ekki skoðað rauninni tíma eða hvort það sé eitthvað að breytast, hvort tíma sé að bætast eða hvort að er eitthvað breytast tímundin eftir kyni. Við hefum mikið áhuga á hæðametrum til dæmis. Eru þessu mikið að fólk að hlaupa á og er það einhver tímafaktor? Eru auknast hæðin? Er fólk að fara hærra? Eru fleiri að fara undir 40 í 10 km hlaupum? Er bara heilsa almennings að batna? Ef einhver vantar að styrkja rannsóknarverkefni þá erum við mjög spenntir fyrir að rannsaka þetta meira en
til í að taka okkur Já. námsleyfi Akkurat, það er í eitt ár. En, þú veist, já, en svo eru bara, þú veist, þessi skýrsla sem er á netinu er miklu ítarlegri með miklu meiri, sko, grafið ofan yfir í gögnin, en við eigum náttúrulega gögnin og getum bætt við þau og skoða það bara hreinlega eftir hlaupum eða eftir tegundum eða ákveðnum aldurshópum. Mjög margt spennandi þetta, maður verður einhvern tímann að stoppa bara og láta sig duga, en í heilt yfir erum við bara í ógeðslega skemmtilegum og góðum mál. Þetta er það sem ég ætla að fara í. Eru þið með eitthvað svona brennandi spurningar og ef þið sem eru á netinu getið sett í spjallið ef þið eru með eitthvað spurningar? Ég fekk spurningu hérna áður. Já, ég fekk spurningu það erlendir hérna hlauparar, eru þeir þá aðalega að taka þátt í þessum stóru hlaupum? Þú veist, Reykjavíkurmaraþoni, Laugavegi eða er ykkur hlaup sem skera sig úr svona með erlenda þáttum? Já, ég skoðaði það. Það eru sem sagt eðlilega mjög stór hlutfall sem er eins og færist í Laugaveginn og Reykjavíkurmaraþonið. En svo eru svona 10 viðburðir sem 10-15 sem eru með kannski yfir 20 þátttakendur og svo er listinn mjög síður af bara örfáum. Þetta eru svona, topp 10 viðburðirnir af erlendu þáttakendum eru með 90% eða 99%. Þannig að það er alveg tækifæri held ég að koma þessu víðar á framfæri og ég held til dæmis eitt sem að ekki allir hlauparar hafa gert er að hafa hreinlega bara upplýsingar á ensku. Að fólk finni upplýsingarnar og geti skráð sig. Spurning. Ég bara aðeins að pæla hérna varðandi íslenska hlaupara á erlendi grundir. Tölfræði með keppnisskip erlendis? Já, spurt íslenska hlaupara á erlendi grundu. Svo nei, við erum ekki búin að skoða það. Það þarf einhvern veginn að afmarka sig. Það væri mjög forvörðilegt að vita hversu margir eru að fara að taka þátt. Það væri mjög áhugavert. Við höfum líka fengið þessu spurningu með hlaupadagsbrá.is hvort við viljum hafa erlend hlauparinni, en við telum að þá séum við að æra á stúan. Það séu fyrsta lagi allt með að vinna og það séu kannski ekki þeirra upplýsingar sem við erum helst að leita eftir. Ef einhver er að leita að hlaupa erlendist þá leita þeir svona markmið staði, en okkar markmið með hlaupdastum er að hafa lista yfir íslensku hlaupin og þessar tölur, þessi tölfræði sem við erum að taka núna, þessi tölfræði sem er aðgengilegust og Já, svo fekk ég aðra spurningu fyrr í dag sem að einn kom með, ég hitti í búðinni áðan, einmitt hann spurði já, er þetta ekki aðalega konur utanverðarhlaupið? Og þá getum við sagt, nei, það er ekki aðalega konur utanverðarhlaupið, en ef þú ert í einmitt styttri vegalöðum, sérstaklega svona 8-15 km, þá er hlutfallið herra. Eins og til dæmis, það var eitt hlaup, það var ekki alveg hvað það var fyrir norðan, það sem að í 14 km var 89% þáttaka kvenna. Þannig að það getur verið tilfinningin sem maður hefur þegar maður er að byrja að fara af stað, síðan þannig, en svo sjáum við þegar maður er komin upp fyrir marathon, þá er þetta búið að snúast við. Þá eru yfirleitt í svona lengri en, ekki, 40, þá er þetta orðið kannski 60 upp í 70% kallar og gaman að segja því að það hlaup á síðast ári sem var með hæsta karlahlutfall, það var að sjálfsögðu Skúla Kraft hlaupið. Og það er náttúrulega ákveðin hlaup sem eru greinilega meiri kvennarhlaup og önnur meira karlahlaup. Það er bara... Er það með dæmi? Já, og það eru, ég er með að sér vídeo það einmitt á hlaupadagskránni og á Instagram síðunni. Þar tekum við tölfræðina bæði fyrir viðburði og hlaupin. Já, ég er ekki með þetta á glærunum, en við tókum út á tölfræði. En ertu þá með vídeo af Skúla Kraft-hlaupinu? Nei, ekki vídeo af hlaupinu, en Skúli Kraft var sem sagt helst að karlahlaupi og kvenna... Já, ég man ekki, það voru Hvítasunarhlaupið, það voru Hólmsheiðarhlaupið, það man ekki hvað það var fyrir norðan. Það er alveg listi þessar kallar og konur sem eru í meira. Já, svo getur svona bætt við, svona bara áhugaverð pæling, því að nú erum við að sjá, það er að fjölga mikið. Ég sá líka í gögnunum að eftir því sem að meðalaldur hækkar þeim lengra, þeim meiri vegalengdir er fólk að taka, sem er náttúrulega alveg eðlilegt. Þú byrjar að hlaupa og byrjar að hlaupa stutt og svo fær maður þessi vegi á undan blindu og fer að lengja og lengja. Þá má hugsa einmitt það ef það er að fjölga svona gríðarlega núna í
gæti maður áallega sem svo að á næstu árum muni einmitt þessi hópur haldast að Þessi meðaltali í fóður hlaupum fyrir hitt. og byrja að fóðra hitt, sko. Þannig að ég get ekki séð annað en við séum bara í einhverju veldisvexti, sko, næstu árin. Ef þú segir að þau sé alltaf að leikja, byrja 18 ára, þannig að bara 50, þá er þau fann að hlaupa 300 og leika. Já, ég held að, þú veist, hvenær verður fyrsti hlauparinn sem hleypur 1000 ef þetta svona áfram, sko. En hvað með Já. inn á síðunni, allir þessi viðbyrði, þessi hlaup sem eru skráð, er þetta að fara inn og sjá, eru með einhver skráningu yfir tíma úr hlaupunum? Nei, við erum ekki með niðurstöðar hlaupunum, við erum meira fókus að hafa lista yfir bara hvaða hlaup eru til staðar og vísa á skráningar hjá hlauphöldurum og við erum með svona frekar víða skilgreiningu, við tökum bara alla viðburði sem tengjast hlaup. Þetta er einhvers konar, fólk er að bjóða einhverja þátttöku í einhverjum hóp, þetta er alveg frá drulluhlaupinu í Krónunni eða góðgerðarhlaupi Garða, skóla sem er góðgerðarhlaup yfir í, þú veist, Trúru Vertikal 106. Við erum með öll á listanum og það er henni fyrir öllum velkomin að skrá. Þannig að hugmyndin er að þú getur bara séð allan listan, við langar í götuhlaup í maí og þá verður fyrir norðan eitthvað svoleiðis í gangi. Það er svona grunnkoncept. Þannig að því að spurt útlendingana áðan, erlendar hlaupara sem koma, ef ég man eftir tölunum að þá var til dæmis miðnæturhlaupið. Já. Þar var mikil aukning í, eða sem sagt mikil fjöldi erlendra hlaupara. Já. Það verður eitthvað koncept sem hillar erlendra hlaupara. Já. Ein spurning sambandi við þetta, getið þið greint eitthvað á milli erlendur hlaupara hvort þessi hlaupara sem eru að koma til að hlaupa eða hvort þessi erlendir ríkisborgarar sem búa á Íslandi og eru að taka þátt í hlaup? Sko, spurningin er hvort við getum greint á milli einmitt hvort þessi útlendingar sem eru á Íslandi eða að koma rauninni ekki. Við erum bara að taka þetta eftir þjóðverðni. Eftir ríkisfanginu. Já. Þannig við vitum svo sem ekki, við vitum að það er pólskur hlaupahópu og... Já, þannig að hann telst sem rauninni erlendir hlaupari í þessu samhengi. Það er bara eftir hvernig fólk skráði sig. Já. Það er bara eftir hvernig skráningin er. Og það væri heillandi að hafa einhvers konar rannsóknarleyfi og fá alveg niður á kennitölur og geta vitað hverjir og ekki hverjir. Heldur hversu margir og hvaðan þeir eru að koma, er þetta íslenska kennitölur eða ekki? Það væri þá verkefni fyrir íþróttafræði kannski, skoðan annar. Þetta er allavega hafsjór af... Þetta er ekki tilvæglega svona mastersverkefni fyrir íþróttafræði eða eitthvað? Akkurat. En það er síðan markmið hjá okkur að halda áfram með að taka saman þessi gögn og reyna að fylgjast með þessu svolítið áfram. Því okkur finnst þetta mjög áhugaverð þróun að síðustu 2 árum sem 61% aukning í skráningum í hlaup hérna á Íslandi. Það er bara mjög háa tölur finnst okkur og ákveðum vísbending að svona hvernig þetta er að þróast hérna og áhugavert að sjá hvort að sú þróun kannski 30% bara á ári muni halda áfram. Það er náttúrulega... Já, hversu lengi getur æðið haldið áfram sko, til þess að vaxa? Bestna. Já, til þess að bestna, já. Og mér finnst líka áhugavert að velta fyrir mig hvort að það sé tilfærsla úr hjólreiðunum yfir í hlaupinu eða hvort þetta sé alveg úr tengtum. Þegar vorum að tala í hjólreiðuna að ég er að vinna með eitthvað sem hafa verið í hjólum. Þeir segja bara það er ekkert svo margir hjólar viðburðir. Nei, það er ekki svo margir hjólar. Keppnir inn til að draga... Eftir að cyclotón hætti, þá virðist hafa verið einhvers konar lægð komið í þetta. Að þá það er svona minni hvatning til að taka... Ætla styrkvunarbræður að halda hlaup? Já, svarið er nei, en sko, nei, við erum dálítið að fókusa að vera með lista yfir hlaupin og ég held að þó ég eigi örugglega 6 hugmyndir á lager af hlaupi, þá held ég að við ætlum ekki að fókusa það, en við erum alveg, höfum prófað og munum vera með svona einhverja uppákomu viðburði, þú veist, svona... Bjóða í hlaup, bjóðum í hlaup, ekki endilega keppihlaup, meira uppbjóðum hlaup. Nei, og svo er hitt, þú kannski sjáum veggspjaldið sem við gáum út núna áramótin, skafkortið. Þar erum við listi yfir öll utanlandshlaupin á þessu ári. Þau eru, þegar að plakkatið er gefið út 42 utanlandsviðburðir á einu ári
það var þetta, og með þess að búa að bætast við einn síðan síðast ári. Þú veist, ég held að sé ennþá tækifæri fyrir fleiri, en ég er ekkert sem að við ættum að vera því, Tommi allavega. En ég er með það á markmið, ég held að ég sé með, hvað var ég með? 18 sem ég ekki tikka við. Ég er búinn að ákveða 2 sem ég ætla að skafa á þessu ári. Þetta hefur áhrif að hvetja mann til að prófa eitthvað nýtt. Við erum að stefna á fleiri svona verkföld, svona hvetjandi verkföld í framhaldi. Ég sé fyrir mér svona verkspjöld með þetta bjórkjönd. Hvað segir þú mynda bjórverkföld? Það er alls konar skapkort, það gæti alveg eitthvað svona hlaupa bingo út úr þessu. En af því að þú varst að spura upplifunarhlaup, ef við ekki að fjalla það. Hvað? Svona upplifunarhlaup í Sviss. Já, sko, þetta var rauninni fyrripart en það er engar spurningar sem liggja fyrir á netinu, en þá er sett rauninni fyrri hluta kynningar lokið næst, og það er, já, þú varst reyndar að spyrja því, já, við ætlum að bjóða upp á hlaupa ferð en ekki hlaupa keppni, já. Þannig að við ætlum að taka bara svona 5 mínútur í pásu, í spjall, og svo ætlum við að segja eitthvað frá þessu mjög spennandi verkefni sem við ætlum að vera með í september. Þá ætlum ég að setja hérna Tækifæri til að ég á skrá sig á staðnum og netið á borga meðan. staðfélagið. Nó. Það verður tekin hlaupa fyrir Mývari þegar verður
Ég var að skoða Þá við... er ég búinn að opna mér hljóðu aftur á útsendinguna. Bara veriði... Það var alltaf bara topp. Oftast er það bara heitt og gott. Oftast kendur kannski veðurfæri líka. Já, það kemur fyrir. Þá klukkan orðin korter í, þá er ég bara að spá að byrja seinnikynninguna. Og við byrjum að sjálfsögðu að sjá myndband. Komið sæl, velkomin til Kandestek í svissnesku Alpunum. Hér er ég búinn að eyða dágóðan tíma síðustu ár, hlaupa hérna upp og niður á fjöllin. Þannig að ef þið viljið koma og deila þessari dásend með mér. Kynninguna. Það er alltaf að læra. Já, þetta er eitthvað smá eftir, en það er alltaf leið. Þið fáðu bara að senda þetta í framhaldi. Þetta var bara stutt sýnishorn af vídeónu sem ég hef tekið í svona á ferðum mínum í Kandestek í Sviss. Þetta er fjallaþorp sem ég er búinn að heimsækja dálítið reglulega síðustu 6 ár. Ég er búinn að fara 6 ferðir held ég, vegna þess að fjölskylda minn er að hluta búsett þar. Þetta er fjallaþorp í rauninni, í Alpunum, heitir Berns Oberland og er í 1200 metra hæð. Það eru rétt 2 klukkustunda ferðalag með bíl eða rest frá Zúrich og er alveg stór merkilegt bara náttúruperla og með nokkrum stöðum á heimsminjaskrá meðal annars. Svona í mjög stuttu máli, það er töluð þýska eða ef þýskum að kalla, það er svona hrækt þýska sem er svissneska sem er dálítið áhugaverð. En þetta er staður sem er orðinn svona eins og Ísland að verða fyrir barðin á ferðamannaströmmnum, þannig að það er almennt töluð enska og ekkert vandamál með það. Gjaldmiðlinn er evra, þeir eru ekki í sama reikisambandi og við, þannig að, og það er svona algengasta spurningar sem ég fæ, betur Sviss, er það ekki dýrasta land í heimi? Og svarið er nei, það er Ísland. Sviss kemur síðan, en þannig að þetta er bara mjög svipað verðlag. Það er aðeins ódýrara á köflum og svo eru þeir með mikla áherslu á tækni, þannig að það er lægri skattur á raftækjum. Þannig ég til dæmis kaupa alltaf mín raftæki í Sviss þegar ég er á ferðinni, þau eru hagstæðir þar. Þjóðaréttir eru schnitzel og ostafondue sem er alveg kjörið. Þeir eru ekki kannski mikil gúrú með matgeðingar á franska vísu en gera það samt elvis í mat og drykk. Þeir eru, ég stundum sagt það er svona þýski ægin en svissneska nákvæmni. Það er það sem þeir eru að vinna með. Eins og til dæmis að samgöngur eru góðar og sem dæmi er sjáum við mynd að skráðu gönguneti, stíganeti í Sviss. Þetta er allt Sviss, gulu stígunar eru venjulegir bara eins og við komum að kalla ríkishringina eða svoleiðis. Rauð eru sérum til fjallastígar og svo eru blá
fáir sem eru kallar alpine trails sem þýðir basically að einhverjum stað gætir þurft að fara í járnstiga eða keðjur. Þannig að allir stígar eru mjög viðhaldnir og merktir og Kandastek er hérna mitt í Ölpunum. Við sjáum að fjallastíðir eru meira í Ölpunum af eðlum ástæðum. Í Kandastek eru ýmsir veitingastaðir, kjörbúðir og fjallaskálar á hverju strái. Og Sviss er þannig að ef þú ferð upp í 2 tíma þá finnur þú skála, það getur kaffi eða veitingar, svo ferðu yfir á næsta fjallgarð og það annar skáli. Þetta er allt, en þá þarftu vísu að hafa stundum pening, af því að það er ekki alltaf neitt saman. Í september er veðrið yfirleitt milt og gott, svona meðaltal 12 stig á morgnana, fer kannski upp í 18-20 og ég skoðaði, ég hef verið þarna í september í 25 stigi hita, ég hef verið þarna seint í september í 8 stigi hita þegar við Tommi fórum í Vildströbel, það var nú kannski undantekning, en ég tekkaði á þessum tíma í september hefur síðustu 4 ár verið á svona bilinu, það var einu sinni 12 gráður og einu sinni 30 gráður, annars á milli. Það sem er svo kosturinn við veðurfarið, það er eins og segir milt, það er ekki vindur og ekki rok, rigningin kemur í mjög þykkum skúrum og fer svo, það er bara í klukkutíma og af því að við erum þarna komin upp í fjöllin, þá erum við líka að fara upp og niður í svona tempraða umhverfi. Þetta er svona ekkert ólíkt Íslandi nema það er hlýtt. Það er yfirleitt bara mjög, það er svona nánast hægt að garantera að það verði góðir dagar, en planið sem er þannig að ef að það kemur eins og getur mögulega gert eldingaveður og þá er bara planið breytt og við veljum þá aðra leið eða færum til milli daga og meira sem er backup plan ef að allt færi að versta að verður snjór og þá erum við með líka önnur plön niður á lágleinu sem er þá niður í borgunum fyrir neðan. Í stuttu máli ferða upplýsingarnar, þetta eru, ég gerum það fyrir 6 nóttum, það er að segja 7 daga. Gerum okkur ferðin hefjist í Kandastek 3. september. Fyrsti hlaupadagur er þá daginn eftir og heimferð sé 9. september. Við erum að gera ráð fyrir að lágmarks hópastæmi séu cirka 10 og setja upp í svona max 24 hlaupara, en það gætur faktiskt fleiri komið með í ferðinni, ég fann að það eru eftir. 4 hlaupadagar, 1 frídagur og hlaupalendur eru svona cirka 10 til 20 kílómetrar hver dag, en alltaf hannað þannig að það eru hægt að stytta og faktiskt lengja ef einhver vill. Það er hæst, ég fer að þá eftir 1100 metrar, en að jafnaði er ég búinn að hanna þetta þannig að morgni er farið upp í kláf, upp í svona fjalladal, þar er hlaupinn hringur eða einhvers staðar upp eða niður til að sjá það sem er að sjá þar. Þá er annarkvort hægt að fara í kláfunum bara aftur niður eða hlaupa niður á jafnsléttu inn í bæinn, niður á hótel, sem er svona skemmtilegustu leiðirnar. Þannig að það er hægt að stytta og hugmyndin hjá okkur er dálítið að þetta hentar ekki bara fyrir hlauparana, heldur líka fylgifiska. Þú getur faktiskt koma með maka eða vin sem er ekki hlaupari, eins og Tommi ætlar til dæmis að gera sennilegast, sem er ekki eins öflugur hlaupari sem myndi að hlaupa bara hringinn og fara niður, en þú getur tekið eitthvað annar með sem vill bara koma og fara með í kláfunum á morgni. Við verðum með alveg dagskrá hvaða gönguleið við mælum með, komum og skoða hlutina eða bara fara í niður í bæ á sama tíma. Við verðum að horfa þetta á, þetta sé ekki mjög margar hlaupaferðir sem bjóðar upp á ekki bara hlaupara, heldur líka aðra. Og ef að það verður mikill áhugi fyrir því, þá erum við með svona gæt á hliðarlínum sem getur komið inn í þá dagskrá sérstaklega. Og þarna þetta er útivistarparadísin sem það er mjög mikið af göngufólki, en það eru líka hjólreiðabrautir, það er nýja Ferrata, það er að fara síðan niður á Interlaken að fara í paragliding og það er allt þarna í boði, alls konar sem við flest búin að prófa. Við erum búin og ég fór í kaffi til hótelstöðunars á Hótel Victoria sem er þetta er bara í kjarnanum í Kandastek, mjög virðulegt sveitahótel, mjög mjög grand ef ekki það farið og stjörnurnar séu 3,5 held ég. Það er gert ráð fyrir gisting í tvíbíli, það er innilög sem er náttúrulega svissnesk innilög sem þýðir svona meðalvolk. Það er sauna og spa, það er veitingastaður og bar á þessu hóteli, en mjög stutt í, bærinn er ekki svo stór, það er allt í göngufjarlægð. Innifærlega er morgunverður og það er hægt að uppfæra herbyggið upp í einhvers konar svítu og við höfum hannað ferðina þannig að
mótnarnir byrja alltaf á hótelinu og enda þar. Þannig að fólk getur svo ráðið sér þess á milli. Þá ætla ég aðeins að tala hlaupa leiðirnar, hvað við erum bara að skoða. Hérna sjáum við Strava-kort, ég ætla ekki fara kannski nákvæmlega í það, en við sjáum hérna í miðjunni er rauninni miðbærinn eða kjarninn, Kandastek bærinn sjálfur. Þannig að ég gera fyrir fyrstu dag síðan að skoða eitt magnaðasta undrið þarna sem heitir Ósvíðnesi, sem er fjallasalur rétt fyrir ofan bæinn, sem er einn af þessum hlutum sem er heimsminjaskrá. Hann að þá þannig að við förum upp á Kláfi rétt frá hótelinu, hlaupum upp á svona eldri útsýnissillu sem er með þessi mynd sem ég tók hana, hvort það var ekki bara í fyrra þessi mynd. Þið sjáum það hækkun aðeins þar, síðan er hlaupurinni niður á vatni, við gerum þegar við stoppum og annarkvort förum út í vatn og þar eru nokkrir veitingastaðir sem til að hressa sig við. Þá var annarkvort að fara seinni partinn í þeim hlaupardegi bara tilbaka í Kláfuna og niður eða fara mjög skemmtilega leið meðfram gílinu sem er gíl þarna niður á hótel, meðfram rauninni ánni sem rennur þessu vatni. Við sjáum flestir dagar eru svona, það er einhver hækkun og eins og ég sagt í ganni að Sviss er þannig að það er alltaf annarkvort upp eða meira upp en svo er líka dálítið heilmikið niður og ég hannaði þetta frekar þannig að horfa á að láta flytja sig upp og hlaupa niður heldur en hafa það höfuð. Næsti dagur eins og hann er planaður eru 2 dalir, Sönnunbul og Gastendal. Það er annar kláfur sem farið upp í og Dýrðarfallegur fjalladalur sem er mitt á veturna er risastór gönguskíðabraut, 20 km. Ég þátti að prófa það. Þá hlaupum við inn eftir þessum dal, kíkjum á geiturnar og beljurnar sem er þarna beint og stoppum inn á sveitahóteli sem er innst í dalnum. Þannig að það er ekki hægt að komast nema á 5 fótum. Stoppum þar og fáum kaffi og með því og hlaupum svo tilbaka, getum fengið ykkur ís þarna við Kláin eða fara niður eiginlega mínu uppáhaldshlaupari sem er að hlaupa niður í frá Sönnunbul niður í Gastendal þar sem það sér einmitt bókstaflega hvernig Alparnir hafa byggst upp, hvernig jarðlögin hafa farið til og frá og þeir horfið bara inn í Alpana eins og þeir eru magnaðastir. Þá er hlaupið niður eftir og rauninni bara leiðin liggur niður á hótel. Þarna er meiri lækkun daginn áður en vegalengdin ekkert ofið stíðan meir. Þriðja daginn þá er aðeins slakað á, þá förum við bara frá hótelinu, kíkjum á svona útsýnispunkt sem að horfir yfir rauninni fjallasalinn. Förum svo eftir góðum stígum niður í, ég veit ekki hvað lýsa þess, kallað Blåsé, er heiðblár vasspollur, það sem er líka fiskeldi. Og þetta er svona einhvers konar, þetta er svona hálfgerður skemmtigarður. Þetta er svona náttúruvin sem er að manngerða hluta, þú getur annarkvort farið á veitingastaðinn og ég er með ákveðið plan ánægilega svona, þetta er ekki eins og fara á ströndina, þetta er svona, ég veit ekki hvað það lýsa, þetta er ekki fjölskyldu húsdýragarður en þetta er eitthvað svona, þetta er svona upplifunargarður og miðanir í þannig garður þess að er inn í færðin. Þetta er svona frekar rólegur dagur og gera þegar við förum í strætó og svo tilbaka upp á hótel. Næsti dagur er gestaður fyrir frídegi og þá er rauninni bara allt opið. Við erum þannig í Fjallaforsby sem er svona hálf tíma til 40 mínútur frá næsta stærri bæ en þeir eru nokkur þarna alveg dýrlegir svissneskir bæir, bæði Spís, Interlaken, Thun og Bern. Ég fer yfirleitt í einhvern þeirra á þessum ferðum og þetta er allt svona frá miðaldakostunum yfir í einmitt eins og við sáum í myndbandinu áðan, þá kastaði mér út í Interlaken ána, það var svo gott veður og við syntum aðeins þar. Í Bern er þetta að skoða byrnina sem eru þar í gerði eða fara í stærri verslanir og það er líka mjög skemmtilegt sem við fórum í sumar, þá er sundlaug inn í ánni. Þú getur farið upp með ánni, kasta þér úti, látið þið fljóta og farið svo inn í sundlaugina aftur. Það var mjög góð dagur, mæla með því. Það er enda mjög fyndið þessi á sem þið sjáum, það er þessi viðurkenndu ferðamáti. Fólk býr kannski ofarlega í bænum, það setur dótið sitt upphafi dags í svona sjópoka, kasta sér úti, láta sér fljóta niður í bæ og fer svo bara í vinnuna. Þetta er þeirra borgarlína. Já, þetta er þeirra borgarlína, akkurat. Aðeins ódýrari. Já, og þar eru alls konar söfn og veitingastaðir og hægt að fara út á Interlaken vatnið og ég veit ekki hvað, sko. Og fyrir utan allt þetta spennandi með
paraglæting og klifur og þessi ævintýri. Af því að til dæmis í Interlaken, sem mjög áhugaverður bær, þar mjög mikið fólk frá Arabíulöndunum, þar færðu allt Chanel og öll þessi merki. Virðist vera svona ferðaskrifstofa þar og þess vegna rosa mikið af svona tengdri afþreyingu fyrir þessa olíujöfra sem koma þangað einhverjum ástæðum. Daginn eftir, sem raunin kannski hápunktur ferðarinnar, í þeirri merkingu að þá förum við hæst. Þá förum við í þriðja kláfinn. Hinir tveir eru sjáðu fyrir neðan, fyrir innan. Það bara upp í svona ennþá minni fjalladal þar sem eru beljur og beit. Þið sjáuð, þetta svona 5 manna kláfur, aðeins minni. Þá förum við upp á útsýnispunktin sem horfir alveg yfir Alpanna og maður ekki hvort að maður sé margt fram þaðan sem séð hann þarna innar. En fara þarna svona þessi gigantísku fjallasýn og svo hlaupið bara niður eftir öllum þessum tölum niður á hóttum aftur. Og þá kannski erfiðasti dag til að stytta nema þá helst að fara bara aftur niður sömu leið niður í kláfinn. En þar til dæmis hef ég farið aðra leið sem sennilega bara labba eftir sjáðu þessum millið svona stígur sem hægt að fara mjög skemmtilega göngulega líka ef fólk í því meira. Lykilupplýsingar ferðin í heild. Við erum að gera ráð fyrir að þetta sé 240.000 króna verð á ferðinni. Staðfestingargjaldi sé 65, það sé ekki endurgreiðanlegt til þess að staðfesta, en eins og öllum hlaupum nafnabreyting heimil. Inn í því þá gisting, hlaupaaðraðarnir, kvöldverður síðasta kvöldið, farastjórn, miðar í kláfa, Blósveigarðinn, strætófólk tilbaka. Við verðum með sérstakann undirbúningsfund, verðum með að deila allri minni reynslu á þessum svæðum. Þið verðum búin að skrifa niður bæði Kaldastell og nærliggjandi bæi. Þið verðum með myndbönd. Svo varum við bara að spá í því í morgun að vera kannski með 1-2 viðburði í sumar eða haust svona til að ná hóttum saman. En það ekki flug innifalið, ekki ferðin til Kaldastell, bílastæði, aðra máltíðir og svoleiðis. Svo ágætt að vita, kemur að býja á fræðslufundunum, að það eru fólk náttúrulega að sína slysatryggingar, en það til eins konar alpaþjónusta í Kaldastell, í Sviss, sem svona eins og björgunarsveitin okkar, en hún ekki frí. Þannig að við mælum með að kaupa sér þessa alpatryggingu, þannig að ef eitthvað kemur fyrir og það þurfa að sækja með þyrlu, þá varst þú áskrifandi að því. Ef þú búinn að kaupa þér þessa ytra tryggingu eða þannig, Já, það ekki gildir hún bara í hlaupum eða gildir hún í svona? Já, ytra tryggingin virkar skilst mér bara í hlaupum. Það sams konar trygging fyrir hlaupaviðburðinn en ekki held ég fyrir almennt. En við skal samt tékka á því. Varðandi fluginn, þá og ástæð fyrir okkur við höfum það ekki innifalið. Hérna sjáum við Sviss og Alpanna, Kaldastell hérna í miðjunni sem sagt. Lang algengast að það sé flogið til Zúrich. Það svona handhægasta að fara með Icelandair, til dæmis 3. september, eða til Basel. Það eru önnur flugfélög erlend sem eru oft ódýrari, en að vísum óhentugri tímasetningar. Það svona næturflug eða svoleiðis. En það langt auðveldast að fara á þessum flugvöllum og koma sér með lestasamgöngum eða bíl. Lestasamgöngur eru mjög auðveldar og greiðar að það mjög einfalt. En ef að fólk hefur áhuga að framlengja fyrir þennan breytinni, þá gott að vita á því að það líka fínt flug til Genfar, en það aðeins flóknar að komast yfir, því að þó að þetta lítur þurfa að vera stutt og þarf annað að fara í kringum Alpanna yfir gegnum Alpanna til að komast þeim meginn frá. Og sama með Mílanó sem líka vinsælt, þá eru það aðeins kostnaðarsamara lestarlega séð, en það allan á svona bucketplaninu mínu einhvern tímann að fljúga til Zúrich, fara í Kaldastell og enda síðan á Ítalíu. Það gæti verið skemmtilegt. Varðandi almenningssamgöngur, lestarnar eru mjög góðar, til dæmis getur tekið lest frá Zúrich til Kaldastell, þetta skipta á einum stað í Bern eða algengst að gera það. Og yfirleitt er það þannig að ef þú kaupir miða sérstaklega fyrir sumartímabilið, þannig að ég minni með apríl eða maí, þá þetta svona frekar hagstætt. Þetta svona cirka 8-9.000 yfirleitt. En við höfum líka séð það á ferðum mínum sem farið að ef við erum fleiri en 3-5, þá getur fyrir að vera hagstæðar að leigja sér bíl fyrir þetta tímabil. Og taka hann þá ekki endar á flugvöllunum eða reyndar oft hagstæða af því að þá ertu líka með bíl til þess að fara niður í bæinn eða skoða hitt. Kostnaður kemur nánast út á það sama,
fyrir utan að það alltaf að leggja tryggingu sem það er svo endurgreitt. Þannig að það er bara ágætt að skoða það fyrir svona stærri hópa, þá er kannski sveigjanleikinn líka meiri í að skoða annað en kring. Við Tommi hérna erum að sjálfsögðu fararstjórar. Við erum náttúrulega búin að vera fjallahlauparar í fjöldamörg ár og ég hef farið hérna bæði með skáta hópa þangað til Kannastekk og fleiri staði. Þannig ég þekki svæðið mjög vel. Þú fannst ekkert að kynna það, Tommi, ég ætla bara að segja að þú ert líffræðingur, fjallahlaupari og náttúruljósmyndari og við erum svona svolítið gott heimið það að ég fæ átt hugmyndir og Tommi segir já, sem er það besta sem við höfum gert sem er áhuga á hlaupum og er mjög góður í skipulagningu líka. Svo ætla ég bara að benda á að svo er Hundamarja og fleiri fjölskyldur minn sem eru búsett þarna í Kandiskeggj. Þannig að þau eru svona okkar korrespondent á staðnum og eru tilbúin ef að það verður stærri hópur sem er ekki eftir að hlauparar, að hún gæti hugsanlega að tekið að sér annarkvæmt bæjarferðir eða gönguferðir eða annað fyrir þá þann hóp ef áhugi fyrir og láta okkur vita af því. Kannski að þetta bara skjóta að eins og sjáum við að þarna erum við að tala bara fjallaþorp í sveislensku árspánum og svona ekki keppnishlaup, en þetta er bara svona náttúru, að njóta náttúrunnar og þetta hlaupum í ótrúlega fallegri náttúru, fara upp í kláum, hægt að fara mismunandi vegalengdir og fólk með mismunandi getur stigi, getur þá farið saman og þá er hópum kannski verið splittað og það er engin skilin eftir einn staðar að það er hugsað alla og við erum mjög skipulögð í þessu, þetta verður mjög vel skipulagt og það verður allt 100% í þessu, undirbúningsfundir og það verður búið til þetta vídeo og eftir fyrir hópinni og alls konar slíkt. Það sé mjög góða punktir að þetta við erum að hlusta sem upplifum þar. Þetta er, sko þessi náttúra er alveg mögnuð, ég fæ ekki nógu að fara þarna. Þetta er svona, maður kemur hérna og þá kemur út úr lestinni til dæmis og horfir á fjallið, svo horfir upp og sér næsta fjall og svo er fjall ofan á því. Það er einhvern veginn, þarna í Sviss, Ísland er dásamlegt, en í Sviss er einhvern veginn bara ný sýn á hverju horni og við ætlum að njóta þess. Það eru hlaupnir kílómetrar en við erum svolítið að stoppa og horfa og taka myndir og stoppa og fá okkur veitingar og að reyna að halda hópnum saman sem heild en ekki í keppni. Eiginlega svona er pælingin að þessi fyrsti hringur sem er hringurinn, hann er svolítið saman. Það er þá frekar hægt að ef að menn vilja fara eitthvað hraða niður eða eitthvað svoleiðis, þá er það kannski frekar að góða. Það er aftur að þessum tíma er mjög hagstæð, bara þannig að hún verður okkur eflaust mjög í hag, þannig að það er ekki of heitt, við erum ekki komin í allt mikið hita, heldur þetta er svo heppuð tími til að hreyfa sig í og þegar við komum niður á láglendi þá erum við náttúrulega komin í aðeins heitara við líka, þannig að það er hægt að njóta þetta alveg sem virkilega hafa líka. Já, og svo er ágætt að bæta við að þetta er svona helstu punktar með einhverjum auka upplýsingum en það er náttúrulega allt á vefnum hlaupadagskrá.is undir vefversluninni, þar eru ennþá meir upplýsingur þetta. Við verðum með þann háttinn á að núna fram til 31. er með hægt að forskrá sig, það sé að taka það á pláss og gerum ráð fyrir að þessar formleg skráning og staðfestingargjald sé núna í byrjun febrúar. Þannig að það er hægt að taka frá pláss þó þú sést ekki tilbúin að taka 100% ákvörðun eða greiða staðfestingargjald. Þú getur skráði og sagt að ég hef áhuga á meðan og síðan þegar kemur að greiða staðfestingargjaldi, þú hefur tíma þar á milli til að taka endilega ákvörðun. Við munum ekki taka fleiri en svona 24 hlaupara max í það umfang, en ég segi, það er alveg möguleiki að við tækjum fleiri sem hefur áhuga að vera í hinu prógraminu. Þetta eru 4 leiðir sem ég held mest upp á þarna. Ég á ansi mikið annað á lager sem ég er búinn að hlaupa, eins og ég sagði áðan, með ýmis bakk og plön ef það þarf að taka breytingum. Svo vonandi er þetta bara fyrsta ferðin af mörgum. Ég verð þarna bara næstu árin og kannski hægt að segja líka að þarna er verið að fara á stað sem hefur ekki verið kannski farið áður. Það er náttúrulega bara hafa nú verið að fara út allt og svona ákveðið staðir og orðin vísællin aðri. Þetta er allavega nýtt svæði sem að hlauparar hafa ekki verið að fara á.
flestir hlauparar eru svona að fara þar, þessu UTMB-hlaupin eru hínum megin við Alpana, Frakklands megin, þetta er Sviss megin. Það er þeir sem þekkja Waldstrubel, þá er einmitt þetta einn af bæjunum sem er farið í gegnum, Wald 70 byrjar þar, Wald 100 fer í gegn. En það er á fjórða deginu, þá erum við að fara niður einmitt, þá leiðina sem þú fórst í sumar. Þannig að þetta er dásamlegt umhverfi og bara svo margt að skoða. Ég viti það er líkast að vera þarna 3.9. og svo er Waldstrubel byrja 10. Það er rétt, Waldstrubel byrja 10. Það er náttúrulega... Ég held ekki með það sé uppsett. En það er ágætis punktur, það er svo möguleiki, við erum í fínu sambandi við hótelið, ef fólk vill eitthvað aðeins breyta lengja einhverja daga eða svoleiðis, þá er ekkert mála að vera í sambandi með það. Ef þú vilt bæti við 10 til að geta verið í startinn á Waldstrubel til þess og klappa. En það er líka hægt að tala um að Sviss geti þessi svona týrstaður að vera, að það er útgerðin í það og við erum ekki mikið að færa hana til að versla, við erum að fara til að njóta náttúrulega og einn stór kostur í Sviss er að þeir eru mjög skipulögð, það er allt pottið, það er ekkert svona óviss að hvort strætó kemur eða hvort klárum virkar eða eitthvað. Þessi máli eru bara í lagi, öll máli hjá þeim eru 100%. Eru herbyggin miðað við tveggjamanna en maður er bara eins? Herbyggin er miðað við tveggjamanna, já. Það maður þá að para sig við? Annarkvort parað við ykkur, já, tekur ykkur vinn með þér sem verður að skilast. En þá myndur bara verið sambandi ef þið ert sko einstinsherbyggi. Ég var búinn að láta vita því að það geti komið til og þá verður bara... Það er hægt að uppfæra það. Já, það má líka ef þú... Það er líka hægt að uppfæra. Já, þú gætir sendt á mig til dæmis ef þú ert... Uppfæra í einstinsherbyggi. Þú gætir þá sendt á okkur að þú hefðir áhuga að fara værir einn og værir að leita að félag og við skoðum hvort við finnum eitthvað með þér. Við reddum félag. Við reddum félag, já. Annars er þetta tilvalið eins og ef að Maggi kemur með og vill bara labba en ekki hlaupa, þá býður þessi ferð upp á það. Já. Þetta er ekki ferðar sem báður að þurfa að hlaupa. Það getur annar hlaupi og hinn labba. Eða bæði labbað einhverja dagar. Þannig að það er að stilla því þannig upp. Og það eins og ég segi, planið er að við verðum rauninni með í handbókinni líka bara gönguleiðir og annað, þú veist, hvað er annað í boði. Og okkar hlutverk í þessu og innfælið í þessu kostnæð fyrir utan að hótelið og allt svoleiðis að þetta er bara leiðsögn og bara utanáfall. Það verðum á staðnum og skipuleggjum allt og það verðum allt. Það borgar sig þá að fara strax að skoða flugið á maður... Það eru ansi mörg flug í boði og það er mjög algengt. Ég hef stundum verið eina nótt í Zúrich fyrst, ég hef stundum farið halva leið. Það er svo margir kostir, þess vegna heldur ekki binda fólk í það. Tengja þetta við meiri upplifun. Hvað er að lengi, segir það besta leiðin til Zúrich þar? Það er algengast, ég hef oftast farið þannig bara því að maður vill stundum bara fara með Icelandair og vita bara hvað maður er að fara út í. En ég hef undanfarið fara ofta til Basel, það hefur verið svona hagstæðara en þá var það klukkan 11 flug sem er pínur ruglandi. En hvað er langa tíma með lest? Þú ert cirka 2 tíma hvort sem er lest eða að keyra. Og þetta eru bara fínar hraðbrautir og ekkert vesen. Auðvitað að gana. Já. Er einhverja spurningar á netinu annars? Það má alltaf senda á okkur. Þessi kynning er á YouTube og ég hef eftir að setja inn vídeóið án þess að högti svona. En annars erum við bara gríðar spenntir. Ég er svo spenntur að leyfa öðrum að fá að upplifa Kandistek. Þetta er bara svo mikið dásamlegt.